Velkomin í flugsmiðina. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem að nú að biðja sem heitir Kaviar og hérna eins og við sjáið og eftir hana Helgu Gísladóttur veiðikonu með meiru og nýtar hann. Og í krók í Kaviarinn eru að nota þennan Trout Predator frá Arex nr. 4 og það er aðalega til þess að vera með öngulgapið á króknum nógu vítt út af búknum á flugunni sem kemur svo á hana. Og þetta er skemmtileg fluga og hún er dálítið svona challenge af því að hún er öðruvísi. Þetta er ekki alveg hlaupið að nýta þetta eins og við munum sjá á eftir. En þetta er svona skemmtileg challenge fyrir okkur nýtarana og skemmtileg tilbreytni. Við byrjum svo á því, það er að nýta þessa flugu með kúluhaus eða blýi og við byrjum bara, ég ætla að hafa blýi á henni þessari og við látum blýi ná svona, þetta er hérna miðjubúkur, ekki lengra en þetta. Tökum þetta hérna bara svona og svo snúum við blýjun á móti hvort öðru. Þannig að þetta hérna bindist á krókinn, látum við að ná þetta langt. Og kannski aðeins setja okkur nærmynd á þetta, þannig að við sjáum hvað við erum að gera. Þá setjum við þetta ekki lengra aftur en þetta og ekki framar en þetta, því við þurfum pláss í þetta á eftir. Og til þess að vera með blýið fast á, setja ég smá sappagap á þetta, bara rétt smá smitt hérna, þannig að þetta koti framan og aftan. En sappagapið er svona superglue, nema það sem hefur umfram venjulegt superglue það að það er glært, það verður ekki svona skýjað þegar það þornar. Og tvinnin sem ég er að nota í þessa flugu, það er dálítið sterkur tvinni, sjáum við. Þetta er sem sé Semperfli, þetta er 100 denier nanosilk og trúið mér, þennan tvinna slítið ekkert svo glatt. Þetta er frekar öflugur tvinni frá þenni Semperfli og nanosilk tvinnarnir eru öflugir Þannig við festum tvinna niður og mest að vinna við þessa flugu finnst mér er að þræða perlurnar hérna upp á annarkvort vír eða gydni. Og ég er með 10 punda gydni í þessu, ég er búinn að prófa að nýta hana með sterkara gydni og veikara gydni og svo vír. Það er aðeins erfiðar að eiga við þetta með vírnum að því vírinn er svo stífur. Þannig við festum bara gydni hérna niður og perlunum setjum þetta bara hérna í geymslu svona. Svo þurfum við alltaf að vinna með sleift efni eins og gydni, þá verður að taka gydnið svona, sjáu þið. Taka þetta í þannig að þetta renni ekki neitt til. Svo klippum við þetta bara í burtu hérna og þetta fer undir perlunar. Svona perlur fáið þið bara út í föndubúð og það sem skemmtilegt við þessa flugu er náttúrulega það. Þetta er svona alternativ efni, þetta er ekki endilega sígilt nýtingaefni. Þá kemur erfiðast við þessa flugu, það er að vefja þessu utan búkinn vegna þess að ef við fyrir með þetta eins og við sjáum svona, þá rennur þetta hérna til niður. Þannig að það sem við þurfum að gera er að halda perlunum handvirkt, koma tvinnunum þetta fram eins og við þurfum meðan. Við þurfum að halda perlunum sem sé manúalt að til þess að þetta virki. Það er ekkert alltaf eitthvað easy peasy Við byrjum hérna, þetta verður eins og sjá. Það verður svona dálítið skröllegt fyrst. Svo venst þetta, það er eins og ég segi, það er auðveldar að eiga við með vírinn á ákveðnu leyti. Eina sem þurfum við huga, það þarf alltaf að vera tension á þessu, það er alltaf að taka þetta, taka þessu utanum þetta og taka þessu á þessu. Þó ekki það fast að maður slíti. En það er samt, þetta verður svona kannski aðeins reglulegri lögun með vírn, svo sjáum við til það er alltaf hægt að laga til eftir á, að þetta er allt í einni heild.
og við höfum alltaf smá space til þess að laga til eftir okkur. Sjá, svona, og það þarf að halda þessu hérna að vírnum alveg. Þið sjáið hérna, við komum til með að eiga smá afgangspláss hérna. Við grípum þetta bara hérna. Sjá, kannski aðeins hérna. Svona á meinum viðbót, þetta ekki, kemur ljós. Þetta er, eins og ég segjum, þetta er ekki hérna auðveldasta flugvél að nýta, en þetta er hérna challenge og þetta er skemmtilegt challenge. Við látum þetta bara hérna, að sjá. Látum þetta duga, sjáum við. Það þurfa að ná girninu, svo er þetta hérna afgang, sjáum við. Og ég passaði mér náttúrulega þegar vefur þessu utan á, það er að hafa lykkju hérna á endanum þannig að perlurnar fari ekki neitt. Og við náum, eins og við segjum, endanum á þessu, svo þurfa að laga perlurnar stundum til. Það er að snúa eins upp á þetta, snúa móti hvort öðru, svona einhvern veginn. Og vefja svo þessu niður hérna, það er að segja sem tvinna, og svo þurfum við að skera þessar perlur eða klippa þær í burtu, og þetta er vandaverk ef ekki alltaf að fara út allt. Þannig að þetta er hérna á, ég held á þessu, ég ætla bara að koma þessu inn í pokan, þannig að þetta fer allt í gólfið, og hún sagði nú við mig og Helga að það hefur nokkra perlurnar farið á gólfið og í ryksuguna hjá henni, og ég viðurkenni það bara fyrstum manna, það er sami upp á teiningnum hérna hjá okkur í vestan. Það eru nokkrar hérna á gólfinu. En til þess að styrkja fluguna, því við erum komin með perlurnar á, og þetta er náttúrulega eins og við segjum, kavíar, gefur í augaleið nafni á flugunni hverju á að líka eftir. Það var alltaf í gamla daga þegar maður voru að veiða, það var sagt ef þú getur redda hrognum, einhvers konar laxarhrognum eða einhvers konar hrognum til þess að nota í beitu, þá værirðu í góðum málum, sko. Og það má alveg taka undir það. Ég sjálfur gerst með að segja sekur það að nota hrogn í beitu. Það er að veiða sjúbirtingar sem krakki hérna í firði. Og sem sé það er ágætt að fara með tvinnan þetta í gegnum þetta bara svona, það er að jökkunum þetta til og þetta sem sé styrkir fluguna. Og svo er haus hérna, en ég talaði við hana Helgu með þetta og hún benti mér á að það væri hægt að nota döbb sem væri þá í einhvers konar svipu lit og perlurnar. Þessar perlur fékk ég búið eitthvað stafur út í föndubúð, ég man nú ekkert hvar, en þetta eru svona perlur litlar, og það er eins og mest að vinna við þessa flugu, það er að þræða perlurnar upp á annarkort hérna vír eða girni. Sjá það vantar hérna eina perlu hérna inni, eina hrognakúlu, urriðin slái nú ekki hendan á móti hinu restinni, sko. Þá fellst þetta svona sem sé, það er að fela sárið hérna á endanum. Svo búum við bara til haus, og eins og ég segi, það er að nýta hana með kúluhaus eða með blýi undir til að þyngja hana. Svo er náttúrulega hellingsþyngd í perlunum, og það er bara að passa eitthvað þegar ég kasti þessari flugu að vera ekki að negla inn eitthvað í bakka eða eitthvað. Perlurnar eiga til að brotna við það. Ég er núna að síbra meitt svo fleiri flugur. Það er þoldu illa bakkan. En með kúlu, þetta er nú að sýna ykkur hérna, þetta er fyrsta teikið á fluguna. Ég er búin að nýta ykkur 8 stykki, þannig að ég hef aldrei nýtt svona hrognaflugu áður. Þannig að það er náttúrulega
Það er fyrir gamla mannin mig að renna blint í sjóin með þetta. Svo erum við með sem sé UVAF lím. Ég er að nota, þetta er Fullingmill sem ég fekk í flugubúlunni og það sem við erum að passa okkur þegar við erum að gera og nota UVAF lím, það er að nota ekki mikið í einu, það er bara að kóta þetta fyrst eina umferð hérna, fylla í gatið, svona, fara bara eina umferð með þessu og dreif úr þessu ef að þess þarf með. Ég nota tannstöngul þegar ég er að vinna með lím, ég nenni ekki að nota nálarnar og vera að skafa þeim alltaf endalaust. Tannstöngulin er ódýr og endist vel. Þá söppum við þetta með ljósinu. Ykkur að segja, þá hef ég ekki kastað þessari flugu, þetta er þær fyrstu sem ég er að nýta. En hún Helga hefur fengið fisk á þetta og svo þekki ég menn sem hafa fengið fisk á þessa flugu meðal annars upp í Veiðivötnum, í meðal annars Stórafossvatni, Væna Urriða. Þannig að ég segi bara það er að gera prófa. Ég veit að Helga fekk á þetta í Þjórsánni, bæjarlæknum eins og hún kallar þetta. Og við erum næstu umferð að UVAF-lími hérna á hana. Ég veit að Helga hefur verið að nota glimmer á búkinn á henni til að fá svona glans. Það glansar að mér finnst alveg nóg á þessar perlu sem við erum að nota. Þannig ég ætla að spara glimmeri bara til enga nota eins og maður sagði. En það er ekkert að ég nota glimmer í flugur. Ég nota glimmer í til dæmis kuðunginn sem ég nýti og blanda glimmerinu við UVAF-límið. Ég þarf að gera annað kuðungavídeó. Það er ótrúlegt. Það er vinsælasta vídeóið af þessum svona non-frægu flugum á YouTube hjá mér. Enska útgáfan af UVAF-kuðungnum, hún fær reglulegt áhorf og er alltaf í svona 2. til 3. seti að jafnaði. Það kemur algjörlega óvart. En nú er flugan bara eiginlega bara klár, kavíarinn, rogna klessan. Við bökum þetta vel með ljósinu. Og svo að lokum til þess að lakka fluguna, til þess að losna við ef þetta er svona pínu stykki eða takki, þá er ég með hérna sem sé, þetta er Bone Cure eða Bone Dry frá Solaris sem er alveg stór skemmtilegt efni og það er bara skellum á þetta léttir umferðaði því er ætlað til þess að þetta er UVAF lím fyrir haus á flugum og það verður ekkert svona stykki eða takki neitt, alls ekki. Þetta Bone Cure er skemmtilegt. Ég lét kaupa þetta held ég fyrir mig út í Flórida. Það vinnum ég þar. Og þá er bara að loka hnykkurinn, það er þessi síðasta hérna. Það er að herða þetta lím og þá er kavíarinn bara svo gott sem tilbúinn. Ég ætla nú kannski sýna ykkur hérna boxið. En boxið sem ég er búin að vera að nýta í er hérna. Af kavíarflugunum hérna. Þetta er hérna heil herrdeild af kavíar. Þetta er kapti sem það þælast. Þetta kom hann bara í burtu og hendum honum. En þetta er sem sé, já, stúdera þessa flugudóldið og ég held hún sé orðin svona ásættanleg. Vonum að hérna fólki finnist það. Við sjáum þetta kemur ekki illa út þegar búið er að sapa þetta með ljósinu og þá er þetta, eins og við segjum, þá loðir þetta ekkit við mann. En þetta er kavíarinn, þetta er Helgu Gísla. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið þegar mig endilega gerast áskrifendur á rásinni, deila vídeónum og setja like. En þangað til þá bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.